Við skulum bara koma okkur þægilega fyrir. Og þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara draga djúpt inn andann. Þegar þú blæst frá, þá finnur að þú ert þegar búin að loka augunum. Að þú ert þegar komin inn í þægilega himneska slökun, afslöppun og ró. Ég ætla að biðja að bara ímynda þér, sjá fyrir þér í huganum, nærveru Guðs, ljósið sem að Guð er, svona skært og bjart, stórkostlegt skínandi ljós. Og með einlægt hjarta ætlar að hleypa Guði ennþá lengra inn í hjartað þitt. Bara leyfa þér að opna hjartað gagnvart Guði. Og bara segja Drottinn, ég opna hjartað mitt fyrir þér. Og ég hleypi þér inn í hjartað mitt. Og ég hleypi þér ennþá dýpra inn í hjartað mitt. Ég opna hvern krók og hvern kima í hjarta mínu fyrir þér núna. Og ef það eru einhverjir hlutar eða partar af hjartanu mínu sem eru læstir, að þá aflæsi ég þeim núna og opna fyrir þér og hleypi þér inn, Drottinn. Af því að þú, Jesús, átt hjarta mitt. Af því að þú, Jesús, ert hjarta mitt. Og ég kem til þín, Drottinn, með auðmjúkt hjarta. Og ég bið að fyrirgefa öll þau skipti sem að ég var vanþakklát eða vanþakklátur. Og ég bara afhendi allt vanþakklæti í þínar hendur, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú tekur það frá mér. Af því að þú, Drottinn, ert mitt þakklæti. Í Jesú nafni. Takk, Jesús, fyrir að fylla hjarta mitt, sálina mína, huga minn og líkama minn að þínu þakklæti. Takk, Jesús, fyrir hjálpræðisverkið sem þú vannst á krossinum. Takk, Jesús, fyrir að þú dóst í minn stað. Takk, Jesús, fyrir að þú tókst á þig alla mína sjúkdóma, veikindi, synd og allt myrkrið. Í Jesú nafni þá þakka ég fyrir og ég trúi í hjarta mínu að þú hafið þegar gert þetta fyrir mig. Og ég trúi því í hjarta mínu að verkið sem hún vannst á krossinum
er fullkomnað og ég þakka þér einlæglega frá dýpstu hjartarótum, Jesús. Þá þakka ég fyrir. Ég þakka þér fyrir að þú varst gerður að fórn til þess að bjarga mér. Ég þakka þér, Drottinn, að þú varst hæddur og smánaður í minn stað. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú tókst á þig þjónsmynd vannst verk sem hinir lægstu unnu, þrátt fyrir að vera hinn hæsti. Hinn heilagasti, hinn mesti, hinn æðsti. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú lifir í dag og að ég lifi í dag vegna þín. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú hefur gefið mér líf, þú hefur gefið mér lækningu, þú hefur gefið mér elskuna þína og þú hefur gefið mér allsnægtirnar þínar. Og ég þakka þér fyrir að bikar minn er svo fullur að það flæðir út fyrir og yfir til annarra í kringum mig. Og ég sé þetta fyrir mér núna. Risastóran bikar. Það sem að allsnægtir þínar, Jesús, flæða í bikarinn og yfir brúnirnar og í bikar annara, að því að þú, Jesús, ert miklu meiri nóg. Að því að það sem þú gerðir á krossinum, Jesús, er nóg. Og þín vegna, Drottinn, hef ég nóg. Á ég nóg. Og ég tek við lífinu sem að þú hefur gefið mér, sem er líf í fyllstu gnægð. Og ég þakka þér fyrir. Og
Og ég leyfi þessu yfirflæði sem að kemur frá þér núna að flæða inn í öll sviðin í lífinu mínu. Að flæða inn í hjörtu minn á nánustu. Inn í heimili mitt. Alla partana. Og hver einustu hugsun. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú hefur gefið mér hugarfar og trú, þakklætis, auðmýktar og allsnægta. Og blessunar. Halleluja. Nú ætlum við bara að eiga kyrrláta stund í faðmi, í ljósi hins hæsta og leyfa Guð að vinna. Leyfa Guði að blessa okkur. Og það eina sem við ætlum að gera á meðan er bara að hugsa takk. Af því að þegar við erum í þakklætis hugarfari, þá opnar það flóðgáttir Guðs, allsnægta flóðgáttir inn í líf okkar. Og það eina sem við þurfum að gera er bara að segja takk. Því að Guð hefur ekki skapað okkur til að lifa í skorti, heldur í allsnægtum. Og þegar Guð segir, farið þangað, gerðu þetta, legðu netið hér og við förum eftir því, að þá verða netin okkar svo troðfull að það flæðir yfir í alla bátana í kringum okkur. Og það er þetta sem að Guð er að gera í þínu hjarta og í þínu lífi núna. Og þú ert eftir að taka eftir því næstu daga, viku og mánuði og ár að hugsanir þínar og hjarta þitt er fullt og fullar af þakklæti, auðmýkt og allsnægtum. Og þú átt eftir að taka eftir því hvernig blessun Guðs er að sturtast inn í öll svið lífsins. Og þú ætlar að hugsa viljandi og vísvitandi þakklætis hugsanir. Allsnægta hugsanir. Þar sem þú finnur fyrir þessu yfirflæði frá Guði inn í þitt líf, hvort sem það er tilfinningalegt, hvort sem það er yfirflæðandi hamingja, fjárhagslegt,
yfirflæðandi kærleikur, yfirflæðandi gleði, bara Guð kemur með þetta yfirflæði og fyllir þinn bikar. Og það nóg af öllu þessu góða og fallega og stórkostlega frá Guði. Fyrir þig, fyrir þitt líf og fyrir þína nánustu og þá sem í kringu þig. Takk, Jesús. Og Guð segir, ég vil að þú sleppi tökunum á þessari hugsun að þú þurfir að gera allt sjálf eða sjálfur eða einn. Af því að Jesús þegar búinn að vinna verkið og það fullkomna. Og það ekkert sem ég eða þú getum gert til að bæta við það verk. Og Guð segir að það kemur ávöxtur inn í hjartað þitt núna. Og því meira sem þakklæti í hjarta okkar því ríkari verður ávöxturinn. Af því að því meira getum við tekið á móti blessun Guðs. Af því að þakklæti kraftur sem að skapar þærna með okkur. Það kraftur sem að Guð getur unnið í gegnum. Og þú ert eftir að taka eftir því. Í þínu daglega lífi þessu hugsunar poppar upp sjálfkrafa. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk fyrir yfirflæðandi blessun og allsnægtir.